Brynjar, stiginn í Laugardalnum, ertu sáttur með stigið? Já, við verðum að vera það svona með gang leiksins. Mér fannst það nú bara svona frekar jafn í svona 50-60 mínútur. Við skorum bara ágætis mark, smá heppni en bara góð sókn og fáum eitthvað fyrir það. Svo bara þurftum við að, liggja aðeins tilbaka og taka á okkur sóknir Þróttara sem þeir henda á okkur og við vörðumst þeim bara vel heilt yfir og þetta kemur þetta moment sem þeir skora úr og þá erum við svolítið út úr stöðum og það myndast hola þarna inn í teignum hjá okkur en það er bara eitthvað sem gerist á 90 mínútum og síðan fannst mér eftir það kemur aftur jafnvægi á leikinn og svona hvoru lið náðu einhvern veginn að hóta því að vinna leikinn. Hefurðu viljað vera með svona aðeins meira kontról á leiknum í stöðunni 1-1 ykkur? Ég meina, þið voruð að verjast vel og mér fannst þér einmitt ekki vera opna við nefnum í markinu en kannski meira kontról á leiknum. Já, við hefum viljað það. Svona aðeins með boltann og komast aðeins hærra upp völlinn og vera aðeins lengur í vallarhelming Þróttaranna en við vorum. Við svona fórum bara upp og síðan þurftum við að einhvern veginn að droppa niður aftur og verjast en það er ekkert að því að verjast en auðvitað fylgir því hættan að það opnast einhverja glufur á einhverjum tímapunkti en að verjast er bara, það er bara hinn hlutin af leiknum og við erum að geta það alveg jafn lengi eins og að sækja. Marko, leikmaður sem hefur ekki verið á Íslandi, þetta er eitthvað sem Nemanja Pjević fann þarna út í Serbíu? Nei, þetta kemur nú eitthvað í gegnum krókaleiðir þannig að Marko, hann er bara búinn að standa sig fínt Það er best að frábæra dag. Mjög góður í dag og stór, sterkur, það var svona eitthvað sem okkur vantaði. Við erum ekkert með mjög svona, fysikal lið eða fá að sletta því. Þá kikkar hann í það og hefur bara gott hugafar og leggur sig fram og vill verða betri. Hann er bara 22-23 ára, þannig að hann er ekki gamall. Birnir Breki kemur inn með bara mikinn kraft í dag. Já, bara mjög góðan kraft. Hann svona leysti aðeins fyrir okkur leikinn. Eins dagur var búinn að vera góður en Birnir náttúrulega bara gefur okkur öðruvísi opsjóna og getur hótað inn fyrir og er stór og sterkur og við þurftum á því að halda. Og sama með Kára sem kemur inn á fyrir Viktor sem var búinn að vinna frábærlega og Kári kemur vel inn í hans stöðu. Gerum þessar tvær skiptingar en við vitum það að þetta er langt tímabil og við þurfum á öllum okkar mönnum að halda og þeir varamenn sem voru í dag eru bara klárir í næsta leik. 5 stig í fyrstu leikjanum, ertu bara sáttur með þessa byrjun? Já, svona þokkalega. Við náttúrulega viljum ekki tapa á heimavelli, það er nú svona kannski fyrsta og það var svona aftur frekar jafnleikur í 75 mínútur og svo missum hann aðeins frá okkur í síðasta korteri. Þannig að ég gríðarlega sáttur við bara hugafarið allan leikinn í dag og vinsluna á liðinu og bara svona samheldnina í hópnum. Takk fyrir.